Það var að verða kjaramálin, það sem frægt það var samið á almennum vinnumarkaði og BSRB samdi líka svona og upp úr síðustu áramótum og það var svona grunnurinn átti að vera grunnurinn að samningum við aðra stéttir, átti líka að vera grunnurinn að því að hér myndi verðbólga lækka og vextir lækka og þar með fengju launafólk ekki bara kjarabætur sem var samið, heldur líka kjarabætur í formi þess að greiða minna í vexti. Þetta nú allt gengið frekar illa eftir og þetta örlítil vaxtalækkun daginn og verðbólgan virðist vera á leiðinni niður en að kannski í síðustu tölur gætu blekkt vegna þess að þar var stæðsti breytan sú að þarna komu inn raunverulega niðurgreiðslur ríkisins að skólamáltíð félli niður og sömuleiðis skólagjöld í einkarekna háskóla sem hafi áhrif á vísitöluna og þess vegna mældi svona lágt en hins vegar ber hafa það samt í huga að mælingin 2 mánuðum þar undan var frekar lág þannig að það nú ýmislegt sem bendir til þess að verðbólgan sé að lækka. En það ekki samið við alla og það eru fyrst og fremst kannski svona hinnar stóru menntuðu stéttir sem að vinna mest hjá ríkinu og sveitarfélögunum sem ósamið við og hér eru fulltrúar tveggja slíkra stétta. Magnús Þór Jónsson formaður Kennarasambandsins og Guðbjörg Pálsdóttir formaður félags hjúkrunarfræðinga. Verið velkomin. Takk kærlega fyrir. Magnús, ef maður byrja á þér því að þið eru nú komin til sáttasemjara, hver svona staðan í ykkar viðræðum? Já, það rétt hjá þér. Við vorum kölluð inn á fyrsta fund sáttasemjara í gær, mánudaginn. Staðan náttúrulega bara kannski búin að vera svo sama hjá okkur núna langt skeið. Við höfum verið að horfa inn í okkar umhverfi og höfum verið að benda á það að það ennþá verkefni frá 2016 sem við höfum verið að horfa til í okkar launasetningu sem snýr að því að þá var gert samkomulag jöfnun lífeyrisréttinda þar sem átti að skoða samanburð á almennum markaði og opinberum markaði. Við kannski fyrir nú aðeins í þær tölur og eftir. En svo kannski líka að segja að við höfum líka samhliða því að vera að horfa inn í launapakkan okkar, þá höfum við líka verið að hafa áhyggjur af kerfinu okkar og höfum í haust verið að benda á það að við höfum áhyggjur af því hvernig kerfið okkar, skólakerfið statt varðandi mönnun og vorum meðal annars hér í Rauðaborðið að fara yfir það hvað við teljum við þurfum að vera á þeim stað sem framlínustétt í samfélaginu sem að hugar skólakerfið og vill ná úr því árangri og þá höfum við verið að benda á það að leiðin til þess að við náum farsæld og fáum efnum faglegt starf með börnum og náum þeim stöðuleika í skólakerfinu sem að verður árangur til framtíðar börnunum til heilla á okkur náminu þá þarf að efla faglega þáttinn, það þarf að styrkja fagstéttina sem að vinnur með börnunum og það ekki síður verkefni í dag. Þetta ekki enginn almenn umræðu þið hefur lagt fram sem eiginlega að það sem að skólakerfinu mönnunin og ef við myndum laga mönnunin þá gætu kannski fara að ræða eitthvað annað en þetta bara frumskilyrði að manna skólana rétt. En hins vegar hefur umræðan öll verið það að þið bara kunni ekki að kenna krökkunum okkar að lesa lengur. Já, ég breiðst náttúrulega við þeirri umræðan skólamál náttúrulega bara rosaleg. Ég sá það í gær og voru 4 kennarar að skrifa skoðunargrein á Vísi til dæmis og 1 í morgun. Þannig að ég nú kannski ekki alveg sammála því að umræðan þess að við verðum vör við hana. Ég hef bara hingað til ekki heyrt nokkurn mótmála þeirri fullyrðingu að við viljum sem samfélag hafa fagfólk í öllum stöðum og það auðvitað eins í kerfinu Guðbjörgar við göngum út á því sem samfélag þegar við erum að koma inn í skóla, hvort sem það er leikskóli, grunnskóli eða framhaldsskóli, þá gerum við þar væntingar að við barninu okkar taki fagmenntaður kennari. Hins vegar alveg rétt hjá þér að það var margir aðrir þættir í umræðan alltaf farið að yfirskyggja en svarið okkar alltaf það sama. Ég rauninni við öll hugmyndir hvað við viljum ná fram, hvað við viljum fá meir út úr. Hún stendur og fellur með því að við fáum fagfólkin í þessi störf og þá það verkefni sem við viljum horfa til að það bara alveg sama rauninni hvaða þáttur þú leggur upp með varandi skólastarf. Ef ég ætla að velja þá milli þess að vera með fagmann í starfinu eða einhvern sem ekki faglæður þá mun ég ná meira árangri með fagmanninum og það var allir verið sammála þeirri umræðu. Svo hef ég fengið svona það þarf nú að skoða þetta og hitt og það sé ég alltaf verið afleiða af efninu sama hvaða árangurs hvaða við erum að nefna, ég sammálaði sumum, ég ekki sammálaði öllum,
þá það alltaf það sem þetta snýst þannig að við höfum verið jafnlega því að vera að benda á það að við teljum okkar samninga ekki hafa verið með þeim hætti sem við viljum hafa það núna langt skeið og erum að benda á lofur sem að við teljum ríki og sveitarfélög hafa veitt okkur 2016 þá erum við líka að horfa til þess að hvenær finnst okkur vera komið nóg við erum að sjá fram á það að það alltaf að auka hlutfall ófallaðra. Hvenær finnst mönnum vera að koma nóg? Þegar við erum komin, við teljum okkur í haust, við erum ekki búin að hafa töluna, í grunnskólanum verðum við komin yfir 20% ófallaðra. Finnst okkur ástæða til þess að grípa inn í þegar við erum komin í 30% þar eða 40%? Í dag vantar okkur 76% í leikskólan, finnst okkur í lagi að fara upp í 90% því að við sjáum ekki í mönnunin að vera lagast. Þannig við erum jafnliða og við erum að benda á það að launin eru þátturinn, þá erum við líka að berjast fyrir þessum hlutum. En er ekki launin líka þátturinn á því að sé erfitt að manna ef kjörin væri betri þá væri auðveldur að manna? Við gerðum stóra könnun í fyrra með allra félagsmanna og fengum mjög góða svörun þar sem við spurðum fólk hvaða þættir það væri sem væri mikilvægistir í starfi kennarans. Þar var mjög afgerandi að við töldum launin skipta mestu máli. Vinnuaðstæður fylgdu þar líka og þetta er svona hljómur sem við stundum heyrum. Það er fullt af verkefnum sem við erum tilbúin að vinna en frumskilyrðið til þess við gerum stéttina, gerum henni það undir höfði sem við viljum sem samfélag fá, þá verða menn að hlusta eftir þessu og það er þetta bara það sem að við stöndum í og fyrsta fundi í gær heldum við áfram að benda á þessa hluti að satsefra. En umræðin skólamannin hefur verið mjög pólitísk og má túlkana þannig að það þið að segja, við þurfum að fá meiri pening og betri kjör til þess að geta gert betur í skólakerfinu og þá kemur viðskiptaráð og bara hópur í kringum það sem að segir, nei við getum ekki láta okkur meiri peninga því að þið bara standa ekki vel. Þannig við erum að laga bara kerfið, við erum að setja eitthvað aga á skólakerfið, við erum að setja eitthvað stjórn yfir það því að kennarunum er auðvitað ekki treystandi til þess að kenna börnunum eins og PISA segir og þess vegna kemur ekki til greina að vera að kröfum ykkar. Já, við skilum bara takk fyrir að spyrja þessu. Það er alveg skýrt og klárt að margt erum við sammála viðskiptaráði og við höfum alveg bent á það að við viljum alveg finna mælikvarða það hvað gott skólastarf er. Það er bara algjörlega, við höfum gegn tíðina höfum við verið að vinna þáttum sem eru bara lögbundin, það hafa verið innra mat, það hafa verið ytra mat og það hafa verið hlutir sem okkur ber að fylgja sem hefur legið niðri. Pólitíkin hefur má bara píluti skamma sem fyrir það verkefni hefur ekki gengið nægilega eftir, þannig við höfum ekki geta við viljum líka segja hvar eitthvað gengur vel í, þannig að það sé alveg skýrt og alveg klárt. Hins vegar er svo umræða það að kerfið sé dýrt og hvernig það sé það nýlega búið að fara yfir alls konar tölur sem benda á það að til dæmis þessu peningur sem var lofaður inn í 3 ára framhaldsskóla kom aldrei til, við erum búin að benda á það hér við þetta borð og við erum komið í gegnum það í gegnum tíðina. Það er líka búið að vera mikil vinna á vegum mennta- og barnamálaráðuneytis til þess að rýna inn í úthlutuna líka í kerfunum okkar sem benda á það að þar er hægt að gera betur í því hvernig við komum til móts við þau verkefni sem við viljum hafa inn í skólanum. Þannig að umræðan er á einhverjum stað að við erum að fara að horfa á mælikvarða út í heimi og leggja einhverja reglustíku eitthvað allt annað heldur en fólk vill. Fólk sem er að fara með barnið sitt inn í leikskóla, fólk sem er að koma með barnið inn í grunnskólan að ljúka framhaldsskólagöngunni, það vill bara geta gengja því vísu að barnið sitt fái þá menntun sem að því sem það ábara samkvæmt öllu sáttmálum að fá og til þess að svo megi verða og líði vel í skólanum og til þess að svo megi verða þá skiptir máli að fagfólkið á það sé hlustað og það sé til staðar og það er bara eitt af þessum stóru verkefnum okkar hérna núna og í fyrsta skiptið í sögu kennarasambandsins eru öll 7 aðildarfélög núna saman við þetta borðið ríkisstjórnar sem var sögulegu fundur að tvíleitunni til í gær þó að efnið kannski hef ekki endilega verið til að skrifa margar bækur af þessum fyrsta fundi þá höfum við bara núna verið á þeim stað að þetta er okkar sameiginlega verkefni að lyfta skólakerfinu á þann stað sem að við bara greinum allt samfélag að það við eigi að vera svo hafa menn alls konar skoðanir því hvað hægt er að gera betur það má alveg rýna í það en fyrsta máli er það að kerfið verði bara sjálfbært að ráði við því við höfum bara miklar áhyggjur. Við vorum í dag að taka það saman, í dag eða í gær voru 83 kennarastöður til auglýstar á alfred.is 83. Við veitum leikskóla í Reykjavík sem að börn þurfa að vera 1 dag heima í viku vegna þess að mannast ekki sá leikskóli og við hérna í stórukerfunum höfum nú oft verið á þeim stað að telja okkur vera betri stað en margir en þetta er hinn raunverulega stað í dag hvort að allar stöðunar eru ennþá lausar en það er allavega ennþá virkar 83 auglýsingar fyrir kennarastöður og við erum í gær var þá 7. október þetta er ekki staða sem að við viljum sjá og við erum að benda á hvað þarf að gera til þess að þetta breytist
Guðbjörg, hvar eru þið stödd, hjúkrunarfræðingar? Þið eru ekki komin til sátta? Við erum ekki komin til sátta. Við sitjum við samningaborðið við ríkið. Við náttúrulega erum með yfir 90%, 94-5% af stéttinni erum við með hjá ríkinu eða rekið fyrir ríkisfé. Þannig að við byrjum á ríkinu og það setur tóninn. Þannig að við sitjum ennþá. Við erum alveg í samtali, þó ég get ekki farið mjög dýptin út í það, en það gengur hægt. Það gengur mjög hægt. Og má alveg fara að slá þar í kláruna halvu þeirra vil ég meina að sjálfsögðu. Við erum bara mjög vel undirbúin og erum búin að vera í samtalinu frá því í vor eða í vetur og stéttin orðin mjög óþreifull á því að fara að heyra eitthvað meira heldur en í rauninni við erum að láta frá okkur. Við erum eins og ég segi, við erum að funda en það mætti gerast oftar og vera dýpra en mér finnst ekki ástæða til að vísa fyrir en að mér finnst komin meiri dýpt í umræðina og þá frá mínum mótaðila. Þannig að ég líka kalla svolítið eftir því. Nú var það þannig, voru yfirlýsingar í tengslu við kjarasamningar sem voru gerðir áramótin að þetta gefi tóninn fyrir samninga við aðra stéttir. Og sem myndu þýða, ég man ekki hvað var 6,5% hækkun í verðbólgu sem er búin að vera svona dinglandi eitthvað, hún er í 5,4 núna en hefur alveg slegið upp í 9. Já. Þannig að og svo varið aðeins allra lægsta launaða fólkið sem er kannski að ykkur leiti fyrir utan ykkar hóp. Akkurat. Já, þannig en hefur samninganefndin eitthvað umboð frá ríkisstjórninni að bjóða annað en þetta? Ég allavega held ekki í dag, við erum ekki alveg búin að klára það alveg samtala en það er alveg ljóst að við erum með hinum megin við líðuna. Þetta er ekkert annað en annar lífskjarasamningur í mínum auga eins og við gerðum hérna árið. Sem er slæmt hugtak í þínum huga. Já, fyrir háskólamennta fólki þá er það þar. Því að við lendum og alveg eins og við í þessu tilfelli, við rétt skríðum yfir þessa línu þannig að það er ekki 6,5% hér að borði, það er 3,25 og 3,5 og það er náttúrulega ekki nóg því að það bara minnkar og minnkar þetta launabil á milli menntaðra sérfræðinga eins og hjúkrunarfræðingar eru og annara og ég meina við erum bara með mjög mörg dæmi það sem að fólk sem að starfar við hjúkrun eða umönnun er jafnvel á sambarilegum eða hátt í sambarilegum launum og jafnvel yfir en hjúkrunarfræðingar sem síðan sitja uppi með ábyrgðina á starfinu öllu saman. Þannig að þetta auðvitað bara gengur ekki og það er ekki hægt að leggja eins og ég segi hvort að það er annar lífskjarasamningur eða rammasamningur eins og í fyrra. Það er ekkert nóg að leggja hana á borði núna. Það er ekkert hægt að hafa, við erum rétt nýkomin út úr COVID, það er ekki nóg að hafa klappa fyrir hjúkrunarfræðingum og allir bara glaðir og svo höldum við áfram. Við erum ekki þar, hvorki ég né Magnús með menntakerfi sem stóðum þessa vakt. Það er ekki þannig. Það þarf að koma eitthvað meira til. Það hefur eiginlega aldrei komið til greina að ganga þessum ramma sem að koma út úr samningunum við á almennum markaði, nema bara verðbólgan hefði bara fallið og vextir hefði hrunið. Sko við þurfum náttúrulega bara að klára þá umræðu okkar á milli í samningsviðræðunum en við skulum ekki gleyma því að öll fórum við inn í þennan rammasamning fyrir ári með einmitt það að leiðarljósi. Við samunuðumst það að það var til að vinna meðal annars á verðbólgun og fleira og hvar eru við þar? Þannig að stuttasamning sem var gerður þannig í nóvember, starfsgreinasambandið gerði í nóvember 2020. Já, við öll tókum í framhaldinu í fyrra vor allar háskólastéttinnar. En eru þið með eitthvað svipað og kennararnir svona svikin lofar frá fyrir samningum að því það er alltaf verið að semja við ykkur á okkur svona grunni og halda launahækkun á niðri og svo er lofað að vera með einhverjar jöfnun á milli kvennastétta, jöfnun á milli markaða, bætur út af lífeyrisskerðingum og ég meina það er bara bunkar af sviknum loforðum. Eru þið með svoleiðis líka? Já, við náttúrulega erum saman að vinna að máli út af lífeyrisskerðingunni en við erum reyndar inn í þessari 7. grein sem að þið klöfuð ykkur núna frá til þess að reyna að jafna launa milli markaða en já, ég er náttúrulega að tala þetta fyrir hönd stærstu kvennastéttarinn á landinu. Við erum stærsta heilbrigðismenntaða stéttin. Ég menna þetta eru 3.800 hjúkrunarfræðingar í dag og ég hef aldrei fattað þessa starffræði hjá mínum viðsemjendum þegar við komum á borðinu og jafnvel erum að tala svipaðar eða sambarilega kröfur sem ég get ekki farið út í hér að þá er það náttúrulega bara það að út af stærðinni á stéttinni þá augljóslega kostar það meira heldur en að semja við 700 sérfræðinga í öðru fagi. Þannig að það mun alltaf kosta aðeins meira og ég sé aldrei okkur er ekki hægt að setja upp starffræði dæmið í rauninni þannig. Já, það er mismunur hér á
á launum á milli háskólamennta sérfræðinga. Áttu við með þessu að stundu þeirra sami við svona minnistéttir að þá það látið slæta eitthvað svona auka hækku til þeirra en að því að þeir eru svo margar líka við með að segja jú, bara, að þá eiginlega fáið þið aldrei svona Já, allt sem við gerum, við kannski líka orðað þannig, bara allt sem við gerum mjög sýnilegt og verður einhvern veginn öllum kunnugt á meðan að því að þú ert í smæðinni að þá hægt að gera ýmislegt og ekki gleyma því að launamyndun hjúkrunarfræðinga eins og margra annar háskólastétta annars vegar í miðlægum samningi og hins vegar í stofnanasamningi. Þannig að það líka hægt að taka bara miðlæga samningin, grunninn og hann bara samþyktur eins og hann kemur fyrir eins og þú segir, það ekki bara samningurinn sem að lagðu var upp hér í vetur en síðan gerast einhverju aðri töfrar í stofnanasamningnum en það ekki hjá öllum stéttarfélögum. Þetta þekki ég vel og ætla bara einmitt að nota tækifæri að kommentera hér á að nú ég einmitt að segja við ríki 11. kafli miðlægs samnings hjá okkur og mörgum öðrum háskólamenntaðum félögum, hann fjallar stofnanasamningin. Þannig að hann hluti af miðlægum samningi. Það 11. kaflin og þar koma fram atriði sem að heyra stofnanasamningin. Bara á þessu ári erum við búin að ganga á milli allra heilbrigðisstofnananna bara fram og reyna þá að taka upp þann hluta á meðan við gátum til að reyna að gera eitthvað í varðandi ekki bara launa, það margt annað en launin sem inn í stofnanasamningum með það lélugum árangri að eins og ég segi við miðlagaborði í dag, það þýðir ekki að semja eitthvað lágmark núna og að eiga svo að henda okkur aftur á staði út í stofnanirnar, ég bara nýkomin þaðan, ég búin að vera þar í heilt ár, það ekkert að frétta. Þannig að í rauninni ég farin að líta svo á að þessar heilbrigðisstofnanir, þær standa ekki einu sinni við miðlæga samningin, það að segja, þær standa ekki við 11. kafla miðlæga samningsins og það þýðir það að ég verð að fá þessi mál leyst við miðlægaborði og það bara engin afsláttur gefin á því. Þannig náttúrulega Guðbjörg að tala veruleika sem að við eigum að litlum hluta við. Samningar við sveitarfélögin eru bara taxtasamningar. Ríkið hefur verið með stofnanasamning í framhaldsskólanum sem komin skemmra veg heldur en á öðrum stöðum en við búum ekki við neitt annað heldur en grunntaxtasamninga og kjarasamningurinn sem að þverfylkingin átti að setja upp með var áfram með sömu uppbyggingu sem krónutölusamningar og fullt erindi til þess að óska þeim til hamingju sem að voru að berjast fyrir þeim samningi og við getum margt lært af þeim samtökum að vera tilbúin að leggja á sig hluti til þess að ná fram því sem að þarf. Þegar við erum að horfa inn í það verkefni og vorum svona boðin að þessu borði að hlusta á, þá vorum við búin að gera okkur grein fyrir þessu sem við höfum verið að benda á og ég ætla að halda áfram að segja að við erum á þessum stað, okkur vantar fólkin í stéttina og það skiptir ekki máli þó að við séum að slá met á hverju ári, síðustu 3 ár höfum við slegið met í þeim einstaklingum sem hafa útskrifast með kennaramenntun. Við erum komið með yfir tæplega 500 manns á ári sem hafa útskrifast með kennaramenntun. Á sama tíma fækkar starfandi kennurum út í skólanum okkar. Og þetta er og meðalaldurinn eldist. Og meðalaldurinn hækkar og þetta bara hlutinni sem við vorum að benda á þegar við vorum að tala það að verandi hluti af verðbólguumræðu, vaxtaumræðu að það að þeirra að vera að segja okkur til þess að gera hérna þennan 4 ára samning með þessum tölum sem að Guðbjörg að tala þá bara hefði ég aldrei nokkuð tíman geta selt mínu fólki eða selt sjálfum mér í ljósi þess að þá væri við að halda áfram á þessum stað. Því krónutölusamningar eru góðir fyrir þá sem að eru á lægstu við erum alls ekki þar en við erum ekki það hátt á millitekjuþrepinu að við teljum okkur ekki að ýmislegt inni þar. Birtingamyndin svo að því við höfum verið að skoða þetta að kaupmáttaraukning félagsfólks okkar við sveitarfélagborðið á síðustu 4 árum svona cirka 7,4%, ríkinu 3,5% og þannig eru kennarasamtökin lægst á öllum skölum allra opinberra stéttarfélaga og almennu stéttarfélagana. Að munurinn sem að Guðbjörg að vísa hérna í milli þá KÍ og annarra verandi stétta, hann að aukast og þá að neikvæðan áttur okkur. Magnús, eru þau ekki bara verstafélagið? Já, ef svo þá ég kannski akkurat hérna núna. Kannski þetta bara einfald íþrótt, þú mælir bara hvað félögin skila í hækkunum. Ég bara takk fyrir það, það bara þannig. Verkefnið okkar og þetta auðvitað, við erum búin að vinna, ég ætla að leyfa mér að segja það, alveg ofboðslega vinnu með grasrótinni, við höfum verið mjög dugleg við það að lyfta upp samtölum, við höfum verið að ferðast landið,
heyra í okkar félagsfólki, hlera hvað því finnst. Þar auðvitað teiknast þessar myndir upp á þessum fundum með fólki, þegar fólk að segja okkur frá svona sögum eins og ég var að segja hérna áðan um leikskóla, okkur vantar fleira fólk, álagið ræðst af því að það eru veikinda forföll og við þurfum að taka hérna 2-3 hópa, við þurfum að halda skútinu gangandi með stöðugt færri höndum. Þá auðvitað förum við að rýna inn í það, förum að skoða hvernig er þetta verið að koma út, og ég var mjög hreinskilinn í þessari viðræðu sem var við borðið. Ég sagði, ég sé ekki hvernig ég sem með mitt formaður kennarasambandsins get haldið áfram, horfandinn í þennan veruleika, sjá okkur vanta þetta mikið af fagfólki, vitandi það að stjórnendur í stofnununum sitja svo fyrir fram að foreldra til þess að útskýra fyrir þeim hvað gengur á vegna mönnun og vanda, klárlega, Sólveig Anna og vinna í því hjá sér til dæmis núna, að þá get ég ekki haldið áfram einhvern veginn að vera þar. Við höfum algjörlega á því ákveðin skilning að við viljum vera hluti af vaxtalækkunarferli og horfum til verðbólgunar, en við verðum líka geta bent okkar viðsemjenda. Þú getur ekki hort inn í hnignandi kerfi og hnignandi kjör kennara og hjúkrunarfræðinga og samþykkt bara áframhald á því. Og það er þetta það sem við höfum verið að gera, og þess að það skiptir mjög miklu máli í mínum huga, að þessi hugmynd okkar sem við höfum verið að lifta við fólk, að þetta er barátta fyrir þessum hluta kerfisins, þýðir það að við verðum að segja hvað okkur finnst, og þess vegna fórum við þessa könnun þar sem fólk benti á hvað var í gangi. Þess vegna höfum við núna í haust verið að benda á þennan vanda sem okkur sýnist höstu 2024 er jafnvel meiri en þar tölur sem við vorum að vísa í okkar ímyndafinu 2023, og þá verðum við að treysta á því að samfélagi geti ekki kannski bara staðið og benda á einhver eins og það er einhver ákveðna könnun eða ákveð verkefni sem að menn vilja lyfta herra. Við erum alveg sammála það, við getum gert ýmislegt betur og tilbúin að leggja ýmislegt á okkur, en það voru kerfið að ráða við það. Og það er kannski þá sá punktur sem við erum á núna, að við vildum lyfta þessu núna vegna þess að við teljum kerfið okkar verða núna að fá það innspýtingu sem það þarf til þess að við fáum út úr það sem við sem samfélag viljum. Og það er okkar stóra krafa núna við borðið, að menn horfa inn í það að samfélagi komi með kennarasambandinu í það að horfa inn í það hvað það er sem þarf til þess að við fáum betri aukna fagmennsku og öflum stöðuleikan í þessu vinnu með þessum 80.000 einstaklingum sem til okkar koma. Það er verkefni. Þú heyrir þessa áherslu á svona endurist kerfisins, og maður sér þetta ekki bara á Íslandi, maður sér þetta í kjarabaráttu kennara í Bretlandi og Bandaríkjunum og víðar. Er þetta eitthvað sambrænt hjá ykkur? Ég bara algjörlega, þarna er við nefnilega í þessari sömu hugmyndafræði, því það er skortur á hjúkrunarfræðingum. Það er ekki nýtt, hann er búin að vera það í 80 ári eða meira, en málið er það að við sitjum nefnilega núna hérna á sögulegri stundu. Það er í fyrsta skipti í áratíu, og ég finn reyndar ekki tölur fyrir í ár sem benda til þess að það er fækkun á starfandi hjúkrunarfræðingum. Það hefur alltaf verið pínu aukning, en það er það ekki núna. Við erum búin að benda á þetta svo árum skipti. Ég tala bara fyrir daufum eyrum, algjörlega, eins og Magnús er að lýsa, við ríkið, algjörlega fyrir daufum eyrum. Því það er bara alltaf að tala um að mennta fleiri, og það á alltaf að leysa, að láta háskóluna framleiða meiri nemendur, og ég er náttúrulega fagna því, en ég er alltaf að segja, en vil ég ekki reyna að halda í fólki sem fyrir er og fá það til að vinna. Við erum ennþá þar að það er 4-5 hver hjúkrunarfræðingur sem er hættur störfum innan 5 árum frá útskrift. Meðalaldurinn hækkar, hann er eitthvað um 46-7 ár í dag. Þú veist, og hvað ætla yfirvöld að gera? Við erum bara að verða eldri, það eru flóknari sjúkdómar, veikindin. Það er alveg á hreinu að við þurfum fleiri hjúkrunarfræðinga. Við erum hérna í allavega umræðu, bara eins og heimurinn, getum við fært einhver verk á milli stétta. Já, við getum gert það, en við þurfum líka að muna eftir því, eins og ég segi, fólki eldist, við erum með flóknari afleiðingar, flóknari veikinda, og þar þurfum við hjúkrunarfræðingana. Við erum með margar stórar alþjóðlegar rannsóknir yfir fleiri lönd sem sýna það að það borgar sig engan veginn að fækka hjúkrunarfræðingum við störf, þegar við erum að tala um hlutfalls fólks á milli deilda, og sem sagt á deild, hvorki frá hjúkrunarfræðingi yfir í minna mennta eða ófaglærða. Það eykur dauðsföll, það eykur afleiðingarnar, það eykur fylgikvillina, það minnkar lífslíkur, þannig að gæði og öryggi þjónustunnar sem hér nú skrifað mjög fallega í heilbrigðisstefnu til 2030 frá yfirvöldum, þetta bara fellur í sjálft sig. Þannig að sko ég er með ákall það að þau reynir nú að setjast þá við borði með okkur og halda í það fólk sem fyrir er, því að máli er það, við gerðum líka könnun sem reyndar að verða rétt ársgömmul og vorum í gífulega góða þáttöku í, og þar bara kemur fram að bara megnið af öllum starfandi hjúkrunarfræðingum og að þeir eru bara
ánægðir með starfið sitt. Þeir vilja vinna, það er 3/4. Þeir vilja vinna við hjúgrunna og vera í klínikinni, en það er 64% sem að hafa séð fram á að hætta störfum út af því þeir treysta sér ekki í þetta starfsumhverfi. Ég er bara með sömu niðurstöðu á Magnús. Hvað vilja hjúkrunarfræðingar? Þeir vilja náttúrulega mannsæmandi launakjör miðað við það að vera sérfræðingur í faginu með menntuna ábyrgð, en ég sé mér ekki fært að vinna í kerfinu, því að fólk líka gleymir því að það er ekki allir sem bara vinna hérna eins og þetta var gert fyrir 20-30 árum. Yngri kynslóðin, hún bara hugsar ekki svona. Hún lærir ekki fag, og þess vegna sjáum við þetta brottfall af starfinu. Hún lærir ekki fag og er búin að skuldbinda sig fyrir lífstíð til að vinna með það. Það er bara ekki þannig sem fólki hugsar í dag. Þannig að við þurfum að gera eitthvað til að fá fólki til að starfa í kerfinu, og þar kemur atriði númer 2 sem hjúkrunarfræðingar tala hvað mest um, og það er starfsumhverfið. Það eitt er launaþátturinn og annað er starfsumhverfið, og það er hægt að gera svo gífurlega margt hér í starfsumhverfinu til að halda fólki í vinnu. Eins og þú gefur mig dæmi? Já, það er bara eins og til dæmis, hvað ætlum að taka mörg ári að byggja þennan nýja spítala? Ég segi bara svona, þú veist, áður ég hætti sér deildastjóra á bráðamóttökunni, ég held ég að vera búin að taka þátt í hönnun 3 bráðamóttöka. Við erum ennþá að byggja hann, berið bara saman við löndin í kring. Og bráðamóttökan er eiginlega svo sama og var bara á þeim tíma? Þegar ég bara byrjaði þar 1997, þetta er sama húsnæði og ég byrjaði í 1997 og stýrði sem deildastjóri, þetta er alveg nýtt. Hvað með bara, við erum ofta að tala um búnað, tæki og tól. Við erum að tala um mönnuna viðmiðin sem að einmitt, Sólveig Anna var núna að ná árangri fyrir sína stétt, og ég er þetta mjög ánægð með heilbrigðisráðherra þar að hann lét skoða þau núna á 1 ári og það var gefin út skýrsla núna um mönnuna viðmið í hjúkrun sem skiptir mjög miklu máli. Þetta er gert allstaðar í heiminum og margar fyrirmyndir sem við getum tekið það inn í. Einhver hluta vegna fæst skýrslan ekki birt. Ég reyndar búin að fá að sjá hana en get ekki deilt henni. Það er ekki þessari skýrslu, hún er með mjög góða niðurstöður, en hún fæst ekki birt. Erum við góða niðurstöður eða erum við svarta niðurstöður? Nei, bara mér finnst þú bara verið með góða niðurstöður og fullt af lausnum. Mér er algjörlega óskiljulegt að skilja akkur hún ekki birt, en svona er pólitíkin. Þannig að það er fullt af hlutum, tæki og tól, mönnuna viðmiðin. Það er svo margt hægt að gera sem að ég einhvern veginn held að við þurfum að reyna að saminast betur í að laga hjá okkur. Mér langar að spyrja ykkur svolítið út í svona kjara svona stöðu þessar stétta, en aðeins áður að því að það er oft sérstætt með samninga sem þið gerið og stéttir eins og ykkar, þá er oft samið um einhvern svona grunnsamning og svo er alltaf stemt skuli að, eins og ég var svolítið að hæðast þarna áðan jöfnun á milli markaða, jöfnun hvenna, alls konar lífeyris, þið gefið eftir lífeyrisréttindi og eigi að fá eitthvað í staðinn og svona, ég er ekki mikið inn í þessu, en þegar ég er að hlusta á þetta, þá finnst mér þetta allt vera bara meira og minna svikið. Ég er bara að velta fyrir mér, er þetta kannski bara afleidd leið fyrir stéttir sem er að semja við ríkið, að bara fallast á þennan fagurgala sem oft er, og við þekkjum það ekki bara í þessu, og þú nefndir heilbrigðisstefnuna, hún er voða fín og menntastefnan er rosalega fín, en við höfum bara enga framkvæmd áætlun til að komast í gang, eða eitthvað svona mat á því hvað það muni kosta, eða neitt vilja til þess að láta þessa stefnum gangi í gegn. Svo ég grípi þetta þetta er bara eitt af því sem hefur verið eitt af því sem við höfum verið að ræða við okkar félagsfólk. Við erum með 7 aðildarfélög, þetta eru ólíkar skólagerðir, við erum með stjórnendur inni, við erum með kennara, ráðgjafa, við erum með ólíka vinnuþætti, og það er akkurat það sem að við höfum verið að horfa til núna í þessu aðdraganda þessara samninga er akkurat að einfalda verkefnið. Þess að þú ert að vísi er bara alveg hárrétt að það eru bókanir, það eru alls konar sérmál sem tengjast því sem að Guðbjörg er að vísi, mönnun og vinnutíma. Við erum að reyna að taka upp betri vinnutíma, við erum að vinna með alls konar þætti sem að fara inn í þessi hliðarverkefni sem bókanir hafa verið og skila sér oft frekar illa. Það er nú bara alveg hárrétt hjá þér, Gunnar, að það eru mjög margar bókanir sem að eru orðnar ansi gamlar. Þið fallið frá launakröfum út af að fá svona bókanir. Já, sko, veistu það, og þetta er akkurat það sem núna er þú að tala við mig eins og minn almenni félagsmaður hefur gert núna bara síðasta árið eða svo. Við vorum í vinnu í fyrra, eins og Guðbjörg benti á, við gerðum kjarasamningi fyrra sem að við mátum sem svo að ákveði skrefum jöfnun launamilli markaða sem var tekið, áfangasamkomulag sem var gert, hjálpaði þeim samningi til að vera samþyktur. En við höfum fengið mjög skýr skilaboð, fórustakennarsambandsins, bara mjög skýr það að nú
sé bara komin tími til að einfalda verkefnið og það akkurat það sem við erum að gera. Markmið okkar núna fyrst og síðast þetta að fjárfestingin sem að börnin og kerfið þarf núna að verða samfélagsins að taka þátt í. Við munum svo sannarlega horfa á það verkefni sem okkar stóra verkefni í ár og erum núna að teikna upp það vinnulag sem að stéttarfélög gera til þess að ná því markmiði sínu. Við höfum þetta markmið núna. Allir kennarar, allir stjórnendur í leik, grunn, framhalds- og tónlistarskólum hafa bara sagt, eins og þú ert að segja, þetta þarf bara að vera einfalt verkefni. Við þurfum að horfa inn í launaþáttinn, hann þarf að laga, hann þarf að koma til móts við það sem við horfum til vegna þess sess og þeirra virðingar sem fagmaðurinn þarf að hafa í starfinu sínu, svo að fagmennskan og stöðuleikin sem börnunum ber frá deginu sem labbin í leikskóla og alveg í gegnum framhaldsskólan, við getum bara tryggt hann og þar okkar markmið núna, við viljum helst ekki nota orðið kröfugerð, það svona það sem markmið kennarasambans núna við borðið og ríkisvaldið sem bara eitt, það launaþátturinn, hann verði skoðaður og hann verði færður í það form sem að menn horfðu til 2016 og ég vil nú stundum segja að saleikvinnan hafi einhvern veginn vísaði líka að það verði hægt að segja við þessa sérfræðinga að þeir séu á þeim stað sem að ábyrgð þeirra í starfi og það væntingar sem samfélagi gerir til þeirra, það endurspegli launin þeirra og það það sem við erum að tala um. En þetta segja að sko, hlutfallið á milli þíns fólks og fólksins sem að Sólveig Önnu að það eigi að verða núna það sama á 2016. Sem að Sólveig Anna myndi líklega túlka sem að þú ætlar að stróka út allan árangur þeirra. Sólveig Anna, ég ber mjög mikla verðingu fyrir þeim félögum mínu sem eru í stéttarfélögunum og þeir hafa verið mjög góðir í því að ná góðum samningum fyrir sitt fólk og ég hef bara algjörlega tekið eftir þeirra verklagi og ég vil nota stundu setningu sem Sólveig hefur nú bara sagt bara síðasta 1. maí, þú veist, til þess að ná árangur verðum bara tilbúin að leggja mikið á sig og það það sem ég að heyra í mínu félagsfólki. Ég er bara gjallarhornið. Ég vel mér ekki þau endilega þau verkefni sem að mér rétt, stundum fólk að nota líkinguna, maður klæðis ekki sjálfur á mótnana. Ég klæði mig auðvitað sjálfur á mótnana en ég að hlusta eftir því sem ég heyri þegar ég hitti fólk í leikskólanum í Búðardal eða menntaskólanum í Ísafirði eða í Breiðholtsskóla, hvar það það sem fólk segir bara núna, við lítum þannig á það að ábyrgð okkar og vegferð í starfi, velferð í starfi, það endurspeglar ekki það sem ég fæ í laun og ég ætla bara að berjast fyrir því. Já, fólk alveg og það því miður það sem verður fylgifiskur þess þegar þú ert búin að vera að tala lengi eins og við erum búin að vera mjög stöðu í okkar málflutningi núna á þessu ári. Við byrjuðum í umræðinu sem var við þverfylkingaborðið, þar sem við sögðum, já við erum bara að greina hérna tölur inn í skólakerfinu okkar, við erum að heyra í fólkinu okkar, við erum að heyra í foreldrum sem að vilja að við komumst á þennan stað og þá verðum við að geta að tala fyrir því verkefni. Ég haf mikla virðingu og ég ber fyrir öðrum stéttarfélögum sem hafa geta fengið samning út frá sínum forsendum. Og það sem að, eins og þú sagðir hérna áðan, ef þetta er keppnislið þá þarf ég að vera tilbúin að fara með liðið þangað sem það er tilbúið að fara og til þess að uppfylla þær væntingar sem að samfélagi gerir þetta kerfi og það, hinlegin var bara að segja, við taka einhverja svona afsökunlega við náum ekki betri árangur af því við erum með svo mikið af ófælæri fólki, við erum ekki þar við ætlum að ná árangur þarna. Það getur satt eins og stjórnmálafólki, það er náttúrulega Grindavík og svo stríð út í Úkraínu. Við búum í samfélagi og ég er alveg sammála því og við höfum, Guðbjörg minntist hérna á COVID sem var alveg gríðalegt verkefni fyrir skólakerfið sem við tókumst á við. Við áttum okkur á því að það koma hérna upp hlutir eins og Grindavík en við verðum að horfa inn í þetta, hvað viljum við sem samfélag fá út úr kerfinu, við viljum að börnin okkar búi við fagmennsku, þau fái stöðuleika og þá þurfum við að fjárfesta í kennurum og það nú bara því miður þannig að þegar við erum búin að vera lengi þá þykknar í fólki og það það sem ég greini í kennarahópunum mínum og það var alveg leksía fyrir mig að því núna þetta 4 ólíka skólagerðir, ég er búin að fara inn í ólíka stofnanir og finn bara þennan tón eins og Guðbjörg segir, þetta er frábært starf, þetta er ógeðslega gefandi og gott starf og fólk vill vera þarna en það segir þið hérna í forustunni, þið verða að vera tilbúin að hlusta eftir því sem við erum að horfa á svo við getum haldið áfram að gera gott og það það sem við erum að gera og erum að fara í þennan fasa núna búin að vera með langvarandi deilu og henni fylgja hlutir sem að við munum þá þurfa að leggja á okkur til þess að ná þeim árangur sem við viljum ná fyrir okkar stétt. Við verðum að geta gert Kennarasambands Íslands samninga fyrir okkar fólk en ekki endilega samninga sem að önnur stéttarfélög að gera. Er það sama tóninn hjá ykkur að við viljum ekki fleiri bókanir, við viljum bara fá penninga í
umslæð. Já, sko meðal annars, reyndar höfum við átt eina bókun núr ég að horfa í gegnum tíðina sem að hefur alveg virkað því það er ekki alveg sama hvernig það er gerðar og sérstaklega sem er svolítið nýtt verklag núna kannski síðustu árunum það þegar það eru sett svona tímarammi á aðgerðaráætlun þá hefur það svona, þú veist, fólk er alltaf að læra það hefur það gengið ágætlega. Ég hef reynda fylgst með sumum þar sem að menn eru bara að júka til þegar hálft ár eftir og þá á að búa til einhverja ráðstefnu og bara 3,5 ár fór ekki neitt. Já, nei. Það er náttúrulega það sem hefur verið, sem er svolítið breytingin og við eigum þá að hafa lært af. En ég meina, mér finnst að segja allt sem segja þarf að við höfum í 11-12 ár, þá höfum við ekki náð samningi þar til í fyrra. Og þetta var einfaldur rammasamningur, eins og Magnús, við vorum bæði búin að tala um hann, sem að allir samþyktu. Allir bara fóru inn í þetta, við ætlum öll að lækka verðbólguna, við sjáum hvað við erum í dag út af því og við bara fengum þetta í gegn hjá okkar fólki. Fyrsti samningur sem hefur verið samþyktur yfir 10 ár af hjúkrunarfræðingu var sá samningur og hann var samþyktur með 2 atkvæðum. Það segir náttúrulega allt sem segja þarf stöðuna sem að ég er í dag. Því það er bara löngu komin tími til að þetta verði í rauninni lagað. Samningurinn þar á undan sem að tók okkur 20 mánuði að lenda. 20 mánuði og hann endaði í innanhústilögu hjá ríkissáttasemjara. Við náðum eiginlega öllu nema launaliðnum og þegar þeim launaliði var náð, þá var það í fyrsta skipti. Þetta eru 96% konur, ég ætla að undirstrika, það var í fyrsta skipti sem að við náum sömu grunnbyrjunarlaunum og aðra sambarlegar háskólamenntaðar stéttir 2020. Þetta segir bara nákvæmlega stöðuna sem við erum í. Svörin frá ríkinu komu alltaf, já, en þið vinnir svo mikið, heyrðu það bara 75% hjúkrunarfræðingar sem segja, já, ég er bara, það er höfða til minnar samvisku í því að taka endalösa aukavinnu, yfirvinnu, til þess að halda kerfinu gangandi, því að sjálfsögðu gengi ekki út frá sjúklingunum og það treysta yfirvöld á, því við erum náttúrulega manneskjur og við erum að vinna með mannfólk og við skiljum þau ekki eftir út af Guð á gattinum. Þannig að 3/4 stéttarinn að segja það, ég er í rauninni finguð eða fingaður til að taka þessa yfirvinnu. Ég myndi vilja vinna minna. Já, eða bara líka þegar við erum að ræða launahlutan, þá skulum við tala grunnlaunin eins og ég er að vitna í enda til 2020 því að gerir fólk sig grein fyrir því að heilbrigðiskerfið hefur bara breyst. Í dag er helmingur hjúkrunarfræðinga sem starfar, þeir eru í dagvinnu út af því við erum bara komið svo mikið að þjónustunni yfir í dag og göngudeildir. Það var það ekki fyrir 4-5 árum síðan, það var það tæplega 2/3 sem við vorum að semja var vaktavinnu fólk. En ég meina eitthvað verðum að fá borga fyrir það að vinna á kvölduna og á nóttunni og helgar og jólin og þegar við komumst ekki heim á vaktinni því það kemur ekki að leysa mig af, þannig ég bara stend þess á 12 eða 16 tíma hvort sem mér líka eða betur eða verð. Þetta er það sem er líka að drepa fólki og svo skulum við ekki gleyma því hver er dregin til ábyrgðar hér í þessu landi. Hvernig eru dómsmálin, stóru dómsmálin sem hér hafa verið. Það eru hjúkrunarfræðinga. Já. Sem á að þannig að hvað sér ákæra ykkur fyrir það, já, eitthvað sem að mætti kannski segja að vera afleiðingar af hrörnum kerfisins. Algjörlega, og þannig að þú sem nýútskrifaði hjúkrunarfræðingur sem hugsar alls ekki eins og ég og Magnús, heldur þú ert miklu yngri og hugsar fyrstu þig og þína fjölskyldu og færðir atvinnu við hæfi, hvað er það sem á að fá þig til að vilja vinna í þessu kerfi? Þegar þú veist og þú mætir á vakt eftir vakt, undirmannaða vakt, þú ert ekki með fólki með þig sem þú þarft, þú ert með allt á marga sjúklinga og allt á veika, svo gerist eitthvað einmitt út af svona kerfislægum atvikum sem hafa bara ekkert með þig að gera og hver á hættu að fá ákæruna. Ég veit að Willum tókst það góða afrek að breyta refsilöggjöfinni en það er þar glufa. Það er ekki eins og víða erlendis, það sem bara er hjólað í stofnunina, heldur það er hægt að fara á eftir þér líka. Og að menna þessi glufa þá erum við í óbreyttu ástandi. Mér langar að spyrja svona stöðuna á ykkar fólki, að það er náttúrulega búið að vera verðbólga hérna langar tíma sem grefur undan kaupmætti, það er búið að vera gríðarlegar vaxtahækkanir. Þið eru með stéttir sem eru svona í millistéttinni, miðjunni og millistéttinni einhvern veginn. Það fólk skuldar oft meira heldur þeir sem eru með lægri tekjur og þar vaxtahækkunin kannski haft meiri áhrif eða svona misjafnari, það fyrir eftir í hvað fólk skuldar mikið og hvort það sé með verðtryggð lán eða óverðtryggð lán og annað slíkt, en þótt að kannski vaxtahækkunin komi síðan inn á leigumarkaðin hjá þeim sem eru með lægri tekjur. Við sjáum kannanir, ég held að það verið Varða sem að sýndi það fyrir svona 2-3 árum að þá var eitthvað rétt rúmlega
20%, 15% af fólki sem átti erfiðleikum með að láta enda ná saman. Nú það slegið upp í 43% sem að bendi til þess að það ætti að vera að byrja að kroppa þessi lífskjara krísa sem við erum í. Það er byrjað að grafa undan lífskjörum ykkar stétta. Ná, kannski aðeins að grípa áður fyrir þetta, það sem Guðbjörg sagði áðan með það sko. Ég held að það skiptir mjög miklu máli að við erum að tala í Kennarasambandinu, það er allavega að tala fyrir hlutum sem við greinum að samfélagið hlustar á okkur með og ég náttúrulega bara, við vitum það líka við Guðbjörg að við erum að vinna sem opinberir starfsmenn og við þurfum frekar allir aðrir að lifa eftir ákvörðunum stjórnmálana. Það er nú bara þannig að við búum við það að þessum taka ákvörðunum vinnun okkar eru stjórnmálamenn og ég bara kalla eftir því að við fáum umræðu núna, er alls konar hlutir í gangi í stjórnmálunum sem að verður bara fróðlegt að fylgjast með á næstu vikum og mánuðum því ég hef ekki greint neitt annað en það að menn sé alveg tilbúnir að hlusta á til dæmis okkar málstað varðandi þetta að við þurfum að efla skólastíð með meira fagfólki og það er svolítið það sem að ég ætla að fá að vitna í annan stéttarfélagsleiðtoga hérna sem að Sonja fór yfir í sínu ávarpi á opnunarþingi BSRB þar sem var að kalla eftir stjórnmálum sem að horfðu og hefðu kjark í það að tala kerfin og annan hátt heldur en að þau sé einhvers konar niðurskurðarvopn sko og það fannst mér bara, þar fannst mér hún vera að tala fyrir okkur öll og leiði mér að deila þeim orðum hennar að það held ég sé kannski það sem við erum að greina sem að ítum þess úr vöru og erum að tala fjárfestingu í skólakerfinu okkar að ég myndi aldrei vilja sjá það að svo fjárfesting kemur til með því að það er skorinir í kerfinu Guðbjörgar því ég held að við Guðbjörg séum á þeim stað að vera með kerfi sem að við sem samfélag viljum geta gengið inn í og fengið góða þjónustu í. Þannig að mér finnst skipta mjög miklu máli að við erum að tala hérna inn í veruleika fólks sem að við þurfum einhvern að snúa við umræðinni að þú veist að nota orðið svo báknið þá skólakerfið mitt eða heilbrigðiskerfið Guðbjörgar og þið séu að eyða peningum í staðinn fyrir að þið séu raunverulega fjárfesting samfélagsins og það er svolítið það sem ég langar að benda á því mér finnst svo umræða okkar hafa alveg skilað sér alveg í gegn og við finnum það alveg að stjórnmálamenn í sveitarfélögum og ríkinu eru að taka part þátt í þessar umræðu að þetta sé eitthvað sem en auðvitað fáum við líka að heyra það að þetta er penning fyrir því. Þú skalt vara þig núna er kosningavetur þannig að nú eru allir stjórnmálamenn til að hlusta á þig. Svo kemur einhver ríkisstjórn og þá er ekki hlusta á þig. Við auðvitað eins og þú spyrir út í vextu verðbólgu, auðvitað það þannig að hver er staðan, hver er svona fara staða? Það er algjörlega ljóst og við höfum auðvitað verið að greina það sem þú ert að segja. Við erum meðaldur í okkar stétta svona rúmlega 50, fattar við erum með fólk sem er komið sem er meir og minna í egna hlutanum, við eigum erum fastegna eigendur, þá kannski skuldum töluvert í þeim og þegar að var verið að vinna við til dæmis þverfylkingavinnuna sem við horfum á bætur sem komið til fólks í lægsta skalanum, þá snerti það mjög fá af okkar fólki, þannig við höfum alveg heyrt það að eins og þú ert að segja, við sitjum kannski svolítið uppi með reikningin af þessum hlutum, vaxtahækkunum og verðbólgunni, en viðbröðin okkar eru samt þessi frekar heldur en að einhvern veginn horfa til þess að það sé leiðin sem við getum alveg sagt oss að við þurfum að ná vextunum og verðbólgunni niður, þá er ég svo rispuplata. Við höldum áfram að segja leiðin er ekki svo í okkar tilviki, við erum tilbúin að takast á við þetta verkefni sem að við föllum í með verðbólgavöxtum vegna þess að við viljum að kerfið okkar virki og það hefur þessna umræðan í okkar ranni hefur að litlu leyti snúist þessa hluti sem eru virkilega launahækkanir þóttu að hækki verðbólgu. Ég fyrir það, mér er náttúrulega gaman að því að núna erum við búin að standa utan við launahækkanir síðan í maí 2023. Ég hef ekki séð endilega það hafa bein áhrif á verðbólguna til lækkunar sko. Og við höfum alveg verið að velta því fyrir okkur og höfum alveg verið að hlusta eftir röddum sem hafa dálítið bent á að launaþátturinn sé nú stundum ofmetinn í umræðu verðbólgu. Ég held að sé nú aðalega kannski húsnæðisliður sem við erum að horfa til núna í verðbólgu myndandi þáttar á Íslandi. Og það er náttúrulega akkurat partur af umræðinu sem var hérna áðan að ef að það að segja við getum ekki að hækka laun vegna þess að það er svo mikil verðbólga en hverju græða verðbólgunni, það er einhver ákveðin hluti af samfélaginu sem að græðir á háum vöxtum. Við verðum að þora að tala það líka. Þannig að við getum ekki verið á þeim staðnum að segja bara að við skulum bara láta kerfinu okkar fara þarna. Við skulum bara sætt okkur við það að það sé alltaf færri og færri kennarar við störf með börnum vegna þess að við þurfum jú að taka þátti því að lækka verðbólgu og vexti. Ég held að samfélagið hefði ekki tolerans fyrir því, það hefði þolinmæði fyrir því að ég myndi bara segja já, þetta er bara eins og þetta er. Við bara siglum þessu skipið þarna áfram. Fólk er að kalla þetta fagmennsku í skólastarfi, vill að börnin er að fá í þá menntun sem þarf og það erum við að horfa til í þessari einföldu kröfugerð sem er núna hækkun launa. Það er bara skýrt og klárt. Eins og ég sagði þann, frá okkar félagsfólki er bara skilaboðin mjög skýr og fólk er tilbúið. Síðast í dag komið ljós að leggja á sig ýmislegt til þess að við fáum þær viðræður sem við viljum fá þau mál.
Þú bara jánkar þessu. Ég náttúrulega tek undir þetta sem Magnús er að segja. Ég meina meðalaldurinn eins og ég sagði áðan hjá hjúkrunarfræðingum 46 árin og alveg svo hann er að segja, þá fólk oft búið að fjárfesta í steypu eða að reyna það. Yngri hjúkrunarfræðingunum gengur mjög illa að koma undir sig löppunum, alveg svo ég var að segja áðan og kannski það náttúrulega ein birtingarmyndin í því að þeir skuli flýja úr starfinu og ákveða að gera eitthvað annað, en einhver hluta vegna þá hangir fólk að það inni, einhver hluta vegna var þetta eini samningurinn yfir 10 ár sem var samþykktur að í fyrra, þannig að það nú aldrei ekki að segja að það að hjúkrunarfræðingar hafi ætlað að taka þátt í því, en að lækka hér verðbólguna og taka þátt í þessu sameinaða átaki. Nú við sjáum hvað það stendur. Eigum við þá aftur að tromma fram hérna og láta segja okkur það að ef að hægt að semja við hjúkrunarfræðinga mannsæmandi laun með menntun og ábyrgð í starfi og þá jafnt til jafnt við aðra sérfræðinga að það muni hækka verðbólguna. Nei, við erum ekki alveg það einföld. Þannig að það alveg á hreinu. Við setjum ekkert kerfi á hausi þó að við séum stærsta stéttin. En eitthvað þarf að gera. Því þetta snýst hér gæði og öryggi heilbrigðisþjónustuna sem við ætlum að veita. Og hvað viljum við veita? Ætlum við að fara eftir þessari heilbrigðisstefnu til 2030 sem bara mjög mörguleyti góð, ýmislegt þar að gerast en það alveg ljóst að hér muni yfirleitt ekki standa við þá þjónustu og að veita góða þjónustu með þeim gæðum og öryggi sem hér verið að tala nema hér verið ykkur breyting á. Við höfum lærdóminn af öllu hinu erlendis frá og meira segja Bretlandi sem að sumir vilja nú taka allt frá, en í mínu baklandi og meira segja frá Bretlandi sjálfur segjar verðum nú ekki að taka upp NHS vitleysunna eftir okkur. Þannig að við þurfum... Það er breytingar sem hafa verið gerðar á NHS. Bara guð mig góður, algjörlega. Þannig að við þurfum bara ákveða þessi samfélag. Ætlum að standa inn í lappirnar og veita þessa heilbrigðisþjónustu að þeim gæðum og öryggi sem við getum gert. Ég ekki að biðja eitthvað háfleygt og til þess þarf mannafla, til þess þarf gott samstarf og til þess þarf líka gott starfsumhverfi. Ég ætla líka að undirstrika það. En það alveg á hreinu að hjúkrunarfræðingar einir og sér ekki að fara að setja þetta kerfi hér á hausinn þó að þeim væri mætt að einhverju leyti í kröfum. Eins og þú varst að vitna í Sólveigu Önnu að þá næst árangur í verkefnisbaráttu með því að hópurinn sé tilbúin í átök. Að sá sem ekki vill fara í verkfall, hann fær ekki neitt. Nú verður alltaf að vilja fara í verkfall. Hvernig metið það? Þetta nú góðu tími, ekki? Ríkisstjórnin hangir saman á, veit engin ákvörðun hangir saman, hangir saman á líginni eða einhverjum örþráðum. Ég meina, þetta ekki kjörin tími fyrir ykkur bara að fara í skella í einu kennaraverkfalli á þessu ríkisstjórn? Já, eins og ég var að vitna hérna í áðan, þá það þannig að þú vilt ná árangri og ert tilbúin að ná árangri og berjast fyrir því sem þér finnst vera sanngjarnt. Þá þarftu að vera tilbúin að leggja þig fram. Og staðan nú bara svo að við erum í dag að greiða atkvæði í 8 skólum á landsvísu verkföll og niðurstaða þeirra kosninga munu liggja fyrir í hádeginu á 5. og þar munum við þá lyfta upp þeim skólum, þetta eru skólar á leikgrunn og framhaldsskólastiginu sem eru tilbúin að allavega fara í verkfall þessar áherslur okkar. Þannig að þið pikkið út bara einstakar skóla og farið í verkfallar svona svipað að þið vorum vitna svo oft í Eflingu hérna, svona svipað og þeir tóku hótelinn og vestingafyrirtækin og svona hálfgerð skæruverkfall eða ég veit ekki hvað að kalla þetta. Við erum á þeim stað að við viljum ná í gegn þeim skilaboðum okkar að við viljum fá meira, við viljum efla fagmennskuna, við viljum vera stöðuri, við viljum ná árangri í þessu kerfi og það svo umræða sem að við teljum að eigi að vera við borðið þar sem við erum að tala við launagreiðendur að þessi málflutningur okkar fjárfestingu í kennurum skili okkur sem samfélagi mjög miklu. Þegar að því kemur eftir, ég vil nú einhverju við séum bara að tala þetta ár þar sem við höfum verið að lyfta upp þessari skoðun okkar inn í svona við okkar launagreiðendur, við okkar með aðalega við borðið þó þessu hinum megin við borðið, þá höfum við verið að benda á þetta núna í mjög langan tíma og við höfum verið líka að sækja út á vettvanginn og þar hafa skilaboðin verið bara mjög skýr að við verðum sem samfélag að horfa inn í þennan veruleika að við ætlum að vera þarna. Þá þetta kemur að því, eins og þú ert nákvæmlega að segja, að ég get sem formaður 13.000 kennar á Íslandi, þá get ég ekki alltaf einhvern veginn treyst á það að ég sé svo leikinn samningamaður við borðið að ég geti haldið áfram að segja fólki mitt, þetta kemur, ég ætla ekki að nota setninguna að þetta er alltaf að koma. Við verðum að vinna með raunveruleikan eins og hann og raunveruleikin við borðið það að við
greinum mjög sterkt að þessi auglýsinga eða ímyndar vinna okkar fær hljómgrunn við fólks á tíleitinu til að fólk vill að kerfið okkar sé búið fagfólki á öllum stigum og þá á einhverjum tímapunkti þegar að ég næ ekki að ræða það þá verði ég að geta sýnt fram á þessum að ég er þetta búin að vita núna í langan tíma að kennarar í öllum þessum skólagerðum okkar hvort sem á höfuðborgarsvæðinu eða út land eru bara tilbúnir að leggja mjög mikið á sig til þess að fá þetta skýra markmið sem þú vísar í hérna áðan við samningaborðið og það því miður staðanir í dag. En ef að þeir samþykkja í þessum 8 skólum, hvenær myndi þá verkfall hefjast? Það verði, verkfalls, þetta var nú bara að bruggast meðan að ég var að koma hérna upp yfir, en staðan sem sagt svo að þessir aðilar að tala að það þá farið í verkfall í lok október. Því við þurfum að okkar á opinbera markanum með gilda ákveðnar reglur boðun verkfalla sem við þetta fylgjum í. Ég ætla að leyfa mér að spá að þetta verið samþykkt með svona 94% atkvæða. Þá var ég bara að vísa í eins og mér fannst mjög áhugaverð atkvæðagreiðslan var það ekki í fyrra sumar hjá BSB verkfallið. Hvaða var hátt hlutverk og þá hugsaði maður bara launafólk bara tilbúið í því að sækja réttlæti sko. Það var svo, kom ykkur ekki svolítið óvart hvað það var hátt það fór ekki niður fyrir 90%. Við tókum alveg eftir því en ég tippa enska boltan en þú veist það væri bara það væri þvert gegn öllu sem ég á að gera sem formaður Kennarasambands Íslands að hlusta ekki á það raddir sem ég heyri frá fólkinu mínu og ég hef greint þessa rödd mjög sterkt og við höfum verið að segja við teljum okkur geta komist á einhvern ákveðinn stað en því miður þá staðan þessi núna það leiðilegt að þurfa að fara í þetta en þetta hluti af þeirri baráttu sem við erum í til þess að þessi fjárfesting verði og við fáum aukið faglegt starf og stöðuleiki í þessu kerfi okkar því það það sem við verðum sem samfélag ná fram. En hjúkrunarfræðingar sem ekki hafa samþykkt samning nema einn samning, bráðabirgðasamning með 2 atkvæðum í meira en áratug. Þetta hljómar svo stétt sem var viljugu að fara í einhver átök. Já, við náttúrulega spurðum líka þar fyrir í rauninni ári og sáum ekki ástæði til að endurtaka könnuna þó það væri þetta eina ári liðið í viðræðum skilur. En það alveg þannig en við skulum heldur ekki gleyma sögunni og ég velti fyrir mig hvort það sé líka það sem að stjórnvöld spila inn á út af því það speglast svo gífurlega mikilvægi hjúkrunarfræðingana inn í kerfinu að þegar við fórum í svona allsherjarverkfall síðast það var sumarið 2015 eða í byrjun sumars 2015 maí, júní og það tók þá ekki nema 10-12 daga að setja lögin og samt bara ég vil halda því til haga að þegar við höfum farið í verkfall að þá verður að segjast þess að nær allar undanþágubeiðnir fara bara í gegn til þess að enginn beri skaða af. Þannig það eiginlega enginn í verkfallinu. Það eiginlega enginn í verkfallinu. Það er neyðarvakt. Nei, og út af því að mönnunin á mjög mörgum stöðum því að það þarf að hafa náttúrulega þessa mönnunarlista alltaf varðandi þegar að keyrt á verkfall. Þeir eru bara betur mannaðir í dag heldur en dagleg mönnun í venjulegu árferði þannig að bara eins og geðun og öldrun og fleira þau segja bara halleluja það bara við erum betur mönni hérna því við verðum að manna samkvæmt þessu en það er samt nóg að setja kerfi hér á hliðina á örfáum dögum og svo eru bara sett lög og ekkert meir og þetta náttúrulega þetta eru skilaboðin Gunnar sem að hjúkrunarfræðingar fá þannig að ef að þetta eru skilaboðin en hjúkrunarfræðingar eru samt tilbúnir í slaginn aftur. Því það ekki hægt að halda. Það búið að eiginlega svona hálf stemma fyrir ykkur verkfallsvopnum með þessu. Já, en það náttúrulega fyrir líka allt eftir því hvernig í rauninni því beitt. Við skulum heldur ekki gleyma því og og eins og ég segi, ég til okkur hafa alveg þjóðina með okkur. Við erum nýkomin enn og aftur út úr COVID og við vitum alveg hverslega skrettistaki hjúkrunarfræðingar lyfti þar út allt land, breyttu og bættu og öll þessi hugmyndasmíð sem að kom þaðan og eins og ég segi, en það ekki nóg að klappa fyrir okkur. Það bara, þetta vinnan okkar. Það alveg á hreinu. Þetta vinnan okkar. Það alveg hárrétt þú segir Gunnar að það náttúrulega þessi svona einhvern veginn þessi yfirvóndi hamar lagasetningu náttúrulega eitthvað sem við sem samfélag erum á skrýttum stað myndi ég halda. Vestrænt samfélag sé að horfa til þess að fólk sem að sækja sér laun til sem það telur sig að rétt á þurfi að hafa áhyggjur af því að það verði skellt lagasetningu með einhverjum stundum fyrir að vera ákveðna stéttir og þar með einhvern veginn að halda þeim niðri. Þannig að það bara eitthvað sem er bara leiðilegt að sé uppi en við aftur á móti erum þarna teljum við að gera bara
við erum að gera svona, eins lítinn austlag í sjálfu sér, eins og við kannski getum hort til, en við viljum líka þarna benda á mikilvægi þessara stofnana inn í þessum samfélögum þar sem að mögulega koma til verkvalla, því að við vitum það ekki fyrir hátíðina 15 hvernig það fer, að þá séum við svolítið að sýna fólki fram á það, vegna þess að því miður það þannig að okkur finnst þessi rödd sem við greinum, sem er mjög skýr og hefur meiri sér náð inn á vettvang einhverja stjórnmálamanna, að þessi hugmynd það að fjárfesta í skólanum til þess að kerfi virki, það þarf vilja og það mun þurfa það að menn hafi hugrekki til þess að setjast niður og tala það hvernig þeir vilja ná því fram, og það þá bara skilaboðin sem að við erum að leggja hérna fram, að kennarar get ekki lengur staðið hjá og hort á það að það sé ekki tekin upp sömulega sem við þurfum að fá við borðið, og við allir virðingu fyrir öllum öðrum kjarasamningum, þá það þetta sem núna, og það býsna sögulegt að kennarasambandið sé á þessum stað. Það ekki verið áður í þessari 20 ára sögu sambandsins, að það bara verið sameiginlegur hljómur og fólk núna á þeim stað að segja við erum hérna að berjast fyrir heilu kerfi, ekki launum framhaldsskólakennara versus grunnskólakennara, stjórnenda versus kennara, við erum bara á þessum stað hérna og þá þurfum við að geta sýnt fram á mikilvæg okkar, en leið ekki þurfa að loka landinu. Og það auðvitað bara eitthvað sem að nú kemur það í ljós, ég að segja þetta hérna núna og vantarlega mun þetta einhvern veginn koma í umræðan í dag og þá sjáum við bara hvað áhrif það hefur. Við höfum alveg lent í því að þegar að stéttarfélög hafa lyft þessum rétti sínum, og þá hafur mótaðalinn hlaupið í einhverja vörn og skotgröf, nú kemur það bara í ljós, ég vona að það verði ekki þannig, því við viljum með þessu þrýsta á það sem við erum að kalla eftir, við fáum umræðu þetta markmið okkar, og til þess leikurinn gerður með aðgerðum að maður komist á þann staðinn að menn ræðum það sem skiptir máli, og því miður hefur það kannski aðeinslegi hjá, við þurfum að fara þessa fjárfestingu, við þurfum að efla þetta kerfi og auka stöðuleikann sem er í því. Gangi ykkur vel með það í ykkar baráttu, Magnús, og þið líka, Guðbjörg. Takk að fyrir. Gaman að fá ykkur hérna og í svona greinagott samtali kjaramál innan menntuðu stétta hjá ríkinu, fyrst og fremst. Gerðvægt. En ég sitt hérna áfram og reyni að skilja og greina þetta samfélag sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.